Góðan daginn. Þá ætlum við að fara yfir sérstakar húsaleigubætur eða það sem margir kalla sérstakan húsnæðisstuðning. Það sem við ætlum að fara yfir í dag er hérna. Við ætlum að fara yfir uppsetninguna í þjónustugrönnum, hvaða reitir þarf að vera útfyllt þar. Við förum yfir húsaleigubótasamninginn eða húsaleigubótaumsóknina. En það ákveðnir reitir sem verða að vera útfylltir þar til að útreikningurinn reiknist rétt. Það þarf að fylla út í þessa reiti hrein eign, árstekjur með tryggingabótum. Ef við erum með mánaðartölur sem grundvallar í þjónustugrunninum, þá setjum við inn mánaðartekjur í stað árstekjur. Upphæð húsaleigubóta sem viðkomandi aðili hefur fengið frá Vinnumálastofnun eða reyndar núna Íbúðalánasjóð, þar sem þetta færðist yfir til Íbúðalánasjóðar núna í 1. janúar og svo fjöldi heimilismanna. Ef við byrjum á þessu, þá erum við hérna með ráðgjafar hlutverkið uppi. Við setjum hérna þjónustugrunnur í leitina. Og eru þá komin inn í þjónustugrunnin. Ef við förum inn í fleipan húsaleigubætur, þá eru þetta reitirnir sem eru hérna hægra megin, sérstakur húsnæðisstuðningur, sem við erum að skoða. Þeir reitir sem eru hérna vinstra megin eru fyrir útreikningin eins og hann var í fyrra. Eða reyndar 2016. Já. Þessar tölur sem eru hér eru í grunnum hjá mér allavega er viðmið sem við fengum send í fyrra. Þetta getur verið mismunandi á milli sveitarfélaga. Það er hvert og eitt sveitarfélag sem setur sína viðmiðunarreglur og þá er það bara sett að gera upp. Það sem þessi reitir eru, hérna er hámarkseign tilgreind og þetta er þessi hámarkseign sem umsækjandi má eiga til að hafa rétt á bótunum. Hlutfall af húsaleigubótum. Hér er þetta hlutfall sem sveitarfélag ætlar að greiða af húsaleigubótunum sem umsækjandi hefur fengið frá Íbúðalánasjóð. Hámarksupphæð stuðnings er sem sagt húsaleigubæturnar sem viðkomandi fekk úthlutað hjá Íbúðalánasjóð plús sérstöku bæturnar sem sveitarfélag ætlar að borga geta ekki farið yfir þessu upphæð. Svo erum við með hámark prósentu stuðnings af húsnæðiskostnaði. Eins og talin hérna hjá okkur er hérna 75, þá þýðir það að bæturnar, ef húsaleigan er 100.000, þá geta bæturnar aldrei farið upp fyrir 75.000 krónur. Svo erum við með lágmarksgreiðslubyrði og það er svo upphæð, þannig að greiðslubyrði umsækjanda fer undir þessa upphæð, þá hættir stuðningurinn. Svo erum við með þessi tekjumörk, efri og neðri tekjumörk og við erum hérna miðað við 1 barn, miðað við 2 börn, 3 börn, eða 3 heimilismenn og 4 heimilismenn. Hérna er ég með í grunn hjá mér, þá er ég með þetta á árstekjur en það eru margir sem eru búin að setja þetta upp sem mánaðartekjur hjá sér. Það sem upphæðirnar sem við fáum frá Íbúðalánasjóði er alltaf mánaðartekjurnar. Þetta er það sem við erum með í þjónustugrunninum. Við förum núna yfir í að stofna húsaleigubótasamning á einhvern ákveðin skjólstæðing. Þá förum við hérna bara í aðalmyndina og inn á skjólstæðing. Við finnum okkur skjólstæðing til að vinna með.
Svona. Svona. Og förum í spjaldið. Hér til húsaleigu bótasamningur fyrir þessum skjólstæðingi, en nú ætla ég í þessu tilfelli bara að stofna nýjan og fer í aðgerðir og stofna samning. Ég ætla að stofna samningin að tegundinni húsaleigubætur og segi lagi. Þá erum við komið með húsaleigubótasamning og í flipanum húsaleigubóta umsókn þurfum við að setja inn ákveðin gildi svo að samningurinn reiknist réttur út. Við reyndar að setja inn dagsetningu og ætla bara að hafa þetta gildi í mánuð. Upphæð leigu þurfum við að setja inn og ég setja inn 150.000 krónur. Hérna þarf ég að setja inn árstekjur með tryggingabótum. Þetta verður að fara inn í þennan reit. Ef þið eru að nota mánaðartekjurnar í þjónustugrunnum, þá setið þið bara inn mánaðartekjurnar hér. Ef þið eru að nota árstekjur, þá setið þið inn árstekjurnar. Upphæð húsaleigubóta sem viðkomandi aðili fékk frá Íbúðalánasjóði þarf að fara hérna inn og svo er það fjöldi heimilismanna. Þá er þeir reitir útfylltir sem þurfa að vera til staðar. Það er allt í góðu að setja líka hérna inn árstekjurnar. En það þarf ekki að vera útfyllt, en árstekjur með tryggingabótum verður að vera útfyllt. Ég vel inn greiðsluliðin sem er húsaleigustuðningur og svo fer ég inn í aðgerðir og stofnanfærslur. Eða eins og þetta ég fikk meldingum, ég þarf að samþykkja samninginn fyrstu auðvitað. Stofnanfærslur, ég ætla að stofna færslu fyrir febrúarmánuð. Forskaða. Og þá sé ég að viðkomandi aðili fær 15.000 krónur í húsaleigubætur. Ef ég hins vegar árstekjurnar hjá viðkomandi aðila er 5.500.000 og vegna þess að inn í þjónustugrunninum, ef við hoppum tilbaka í þjónustugrunnin, þar erum við með neðri tekjumörk með við 3 heimilismenn, 4.800.000. Það þýðir að það kemur inn skerðing vegna þess að hún fer yfir neðri tekjumörkin og því skerðast húsaleigubæturnar sem því nemur. Ef viðkomandi aðili hefði verið með lægri tekjur, við förum tilbaka í húsaleigu samningin aftur. Ef ég lækka tekjurnar hjá viðkomandi bara til að sýna ykkur munin. Eyða þessum óbókuðum færslum og stofna aftur. Og þá ætti hann að fá hærri. Þá er hann komið 20.000 krónur í húsaleigubætur. Hún mun aldrei fá meira en 20.000 krónur í sérstakar húsnæðisbætur frá sveitarfélaginu þar sem hún var búin að fá 40.000 frá Íbúðalánasjóði og þar sem við vorum búin að tilgreina hámarksstuðning sem 60.000 krónur í grunnum, að þá verða bæturnar fyrir ykkur aldrei hærri heldur en 20.000.
Þegar þetta er búið þá er ekkert annað eftir heldur en að bóka. Og þá sjáum við hérna skýrslum sem kemur þeim með bókum, sjáum bankareikninginn sem þetta á að fara inn á og svo fer þetta inn í færslubók sem við erum með hérna. Þá er hérna komið inn þessar færslur, þessi 20.000 krónur sem viðkomandi aðili fékk í húsnæðisstuðning. Svo er þessi hérna er hægt að taka út skrá fyrir húsaleigubætur til að senda í bankann og þegar það er búið að þá er færslubókin bókuð. Þetta er hérna sérstakur húsnæðisstuðningurinn. Það sem er líka mikilvægt að gera þegar maður er með, hvort sem maður er með húsnæðisstuðning eða fjárhagsaðstoð, það er að fara hérna í skýrslu og stemma af. Það er hérna skýrsla samningsfærslur fjárhagur. Hérna erum við með afmörkun á fjárhagslykil 9180 sem eru húsaleigubætur og við erum með tegundina HSLB og bókundagsningu hérna fyrir árið 2017. Þessi skýrsla er enda mjög gott að taka út oftar, kannski í hverju mánuði eða hérna á 3 mánaða fresti, en sérstaklega mikilvægt að taka þessa skýrslu út núna áður en að launamiðar eru gerðir. Forskoðum þessa skýrslu hérna og nú erum við ekki mikið að gögnum í þessu testsvæfni hérna hjá okkur, en það sem kemur hérna er kennitala viðkomandi aðila, hvað viðkomandi aðili hefur verið að fá í húsaleigubætur í þjónustukjörinu og hvað er búið að bókast yfir í fjárhag. Hérna hjá mér er ekkert búið að bókast í fjárhag og því kemur mismunur. Þegar þið takið þessa skýrslu út, þá viljum við að það sé upphæð 30.000 hérna og upphæð fjárhag sé líka 30.000. Þannig að það er engin mismunur á þjónustukerfi og fjárhagsbókhaldi. Ef það er mismunur á einhverjum aðila, þá þarf að skoða af hverju þessi mismunur er og mjög oft er það vegna þess að gerðar hefur verið leiðréttingar og þá er kannski bara á viðskiptamannu sjálfum í fjárhagsbókhaldinu en ekki í þjónustukerfinu. Þannig að þessi skýrsla samningsfærslur versus fjárhagur þarf maður að taka út núna áður en þið gerið launamiðana, svo launamiðana verið réttir. Það er ef þið eru að fara að stofna nýjan greiðslulið fyrir húsnæðisstuðninginn, þá er eitt styrkingaratriði sem er mikilvægt þar. Finnum hérna skoðum greiðsluveginn fyrir húsnæðisstuðninginn. Þá verður einingaverð í útreikningnum að vera sérstakur húsnæðisstuðningur. Þannig að ef það er einhver sem er ekki farin á stað með að nota þjónustukerfi til að reikna út sérstakur húsnæðisstuðninginn og þið farið að stofna greiðslulið fyrir það, að það verður einingaverðið að vera þetta hérna, annars verður útreikningurinn ekki réttur. Meira er það í rauninni ekki sem við ætlum að fara yfir varðandi húsaleigubæturnar. Ef það eru einhverjar spurningar þá megið þið endilega senda tölvupóst á sveit@advice.is eða á stengirur@advice.is. Takk.